Komið heil og sæl og verið velkomin í föstudagsþáttinn sem við tökum að þessu sinni hérna upp í menningarhúsinu Hofi á Akureyri. Við ætlum að venja að tala ýmislegt, við ætlum meðal annars að tala ferðaþjónustu og lögfræðileg álitamáli ferðaþjónustu, hvorki meira en minna. Það komin út svona lítið bók ýmismál. Við ætlum að hitta krakka sem voru á sundæfingu þegar þau hreinlega björguðu mannslífi. Við ætlum líka að tala við hann Oddbjarna, vin okkar, í Lötu hálfutónum. Sem orðinn prestur, fyrrverandi hálfviti og núverandi prestur. Já. Nefnum hann alltaf sinna bæði í einu, ég finnst það mjög líklegt. Já. Við ætlum líka að ræða við þau hérna á 1862 Nordic Bistro í Hofi, aðeins ferðaþjónustuna og matinn og hvað er að gerast í sumar. Og svo er það félagarnir í Mafama. Já, hljómsveitir í Mafama sem var að gefa út nýtt myndband. Ég ætla samt að færa þetta hérna yfir sko einhvern veginn. Skreita þetta, maður það. Tökumenni verða kannski brjálæri að gera það. Langar þig ekki bara að borða þetta? Jú, eftir bara. En við ætlum að byrja á Akureyrarvöku. Velkomin til okkar hérna í Hof. Takk. Akureyrarvaka er náttúrulega sko í lok ágúst, þannig að það er kannski svolítið skrítið að vera að tala hana núna. En það hins vegar, þið eru náttúrulega byrjað að undirbúa og það kannski tengingi við almenning sem skiptir máli eða hvað? Jú, þú mátt byrja Jón Gunnar. Já. Í ár er þemað á Akureyrarvöku almenning fyrir almenning og þá erum við sem sagt að bara varpa þessu til almennings vegna þess að allt er menning, er það ekki? Allt sem mennst er menning. Og taktu þátt, vertu með og njóttu. Það er svona slagorðið okkar. Og við erum komin með samstarfi Landsbankann sem er mjög skemmtilegt, sem var verið að auglýsa núna. Þar sem að þáttakendur, við erum að auglýsa eftir því að fólk sæki að taka þátt á Akureyrarvöku og fá styrk fyrir því. Þannig að þetta er svolítið skemmtilegt þannig að listamennir fái líka smá fyrir það sem þau gera líka. En þetta er svo sem ekki táð listamenn, þú getur alveg, sko, þá kunnur ekki að syngja, þá getur þú jafnvel komið með hugmynd að söngaldri eða eitthvað svona. Ég held að það sé líka svolítið skemmtilegt að við náttúrulega þekkjum ekki alla og getum ekki hnippt í alla. Þannig að þeir sem eru mjög hugmyndaríkir og eru jafnvel tilbúnir með eitthvað til þess að tróða fram með, að þeim er velkomið að sækja Og þarna er líka, sko náum við vonandi til bara ungs fólk sem hefur áhuga og vill koma sér á framfæri. Þetta er líka fyrir þá sem hafa ótrúlega mikið ímyndunarafl og langar til þess að gera eitthvað, þeir geta líka sótt Og svo eins og þú segir, ef þú ert góður breakdansari en hefur hvergi komið fram, þá getur þú hringt inn eða sótt Sko, ljóða skúffuskáldin núna koma fram og lesa skúffuljóðin sín og útgefið efni eða málarinn sem er að mála heima og hefur ekki sýnt myndirnar sínar og svo líka bara einhvað sem að þú hugsar ekki ofta að sé list eða menning en sko skósmiðurinn það er leður í skónum, það er leðuriðnaður, það er hönnun það er saumaskapur, hvernig hann setur sólan við. Það er menning. Allt er menning, það er bara spurning hvernig þú berð það fram. Og þetta getur líka svolítið komið í veg fyrir að þetta gerist það kannski stundum að það er alltaf sama fólkið sem tekur þátt heimamönnum í einhverjum listviðburðum og það gerist ósjálfrátt að fólk náttúrulega þekkist þar innbyrðis og það er svona einhvern veginn gefur auga leið og tala bara beint við þau. En þetta opnar þetta. Já. Þetta er bara fyrir íbúa, það er bara, þú veist, hver sem getur sótt og það sem er að líka sko þú getur sótt og þú þarft að vera með sko þá heitið á viðburðinum hvað þú ætlar að gera þannig að við getum virkilega metið að hvort þetta eigi heima þarna, hvort að við getum sinnt þessu öllu og það fer líka algjörlega eftir hversu margar umsóknir verða. En þetta er, Landsbankinn hefur styrkt Akureyrarstofu með Akureyrarvöku og vill núna breyta eins til í samstarfi við okkur á Akureyrarstofu. Þannig að ég held að þetta sé bara frábært tækifæri til þess að fá einmitt nýja innspýtingu inn í þetta skemmtilega þema sem að Jón Gunnar sagði að væri sem sagt almenning fyrir almenning og þetta á að hvetja íbúa ennþá meira til þess að taka þátt í okkar eigin hátíð. En við erum að tala upphæðirnar eru svona 25.000 til 100.000 kall, eða svo? Já. Þannig að það er svona fín viðmunum, svo fólk var nú ekki að sækja hérna 10 milljóna verkefni. Já, þetta er bara svona
Og þó svo að það fá ekki margir styrk en að gera að verða einhverjir styrkir en líka bara að senda post upp á að koma með hugmyndir og spyrja hana, þetta eitthvað sniðugt og svona og auðvitað allt sniðugt, það bara að koma með hugmyndina og svo að framkoma hana. En svona kannski aðeins bara fyrir pínu út fyrir umræðuefni, það líka verið að undirbúa Versló, veit ég. Það allt að gerast þar, ég sá að fólk allar að þá að skreyta bæinn rauðan fyrir Versló. Þetta eru 2 rosalega stórar hátíðir. Það er nóg að gera. Já, ekki bara fín stemming eins og á Akureyarstofu fyrir þessum viðburðum? Jú, það er bara nóg að gera og flott stemning og gott samstarf á meðal, á milli aðila. Þannig að ég held að þetta verður bara skemmtilegt. Og þið bæði í svo mörgum hlutverkum. Ég var nú á leikriti hér í gær og náttúrulega verði eiginlega bara að koma því að hvað þetta var skemmtilegt, frábært sumarleikrit Reflavík sem að Norðurbandalagið setur upp í rýminu. Gaman líka að hafa þessa menningu á sumri til. Já, takk. Þetta var alveg, þetta eru samt ekki margar sýningar, svona maður gluggi nú aðeins hérna. Nei, klukkan er sem sagt núna 6. Eða 7, 8 eða 9, 10 fyrir eftir hvernig fólk horfir. Já, en ef hún er 6. Já, klukkan 8 er sýning, og það er líka selt við inngang. Þetta er í rýminu. En svo ertu bara með sýningu hvað næstu helgi og svo ferðu suður? Já, næsta 5. bara. Það er bara 2 eftir núna. Já. Þannig að þetta... Það er bara alltaf lítið með við hversu áhugavert verkið er. Já, en það er líka partur af því. Þetta er svona happening. Hún verður bara að ná því. Þú verður að tryggja sæti og sjá. Já, þetta er rosalega óvænt og gaman að sjá líka bara svona ungt hæfileikaríkt fólk í þessu og nýta náttúrulega bara þessi húsnæði sem við eigum á þessum ástíma. Já, og ég meina svarti kassin, það er ekki hægt að hafa neitt nema rosalega gott leikhús í þessu. Já. Það er svo flott. Svo af því að þú varst að tala ungt fólk, þá var Fenrisverkefnið að sýna í gær. Já, hér í Hofi. Já, og þetta var algjörlega frábær sýning hjá þeim. Þar varst þú að horfa bara og þetta voru fjölmörg tungumál og ungir hæfileikaríkir. Þetta var bara rosalega flott hjá þeim, þannig að það er leiðilegt að það er ekki önnur sýning, þannig að maður getur einhvern veginn ekki plugga því áfram, en þetta er eitthvað sem að fólk á ekki að láta framhjá sig fara ef þau koma hér aftur. Fólk þarf bara að fylgjast gríðarlega vel með og til dæmis inn á visitakureyri.is er viðburðardagatal og það er að gera að fylgjast með og er virkilega gaman að sjá bæinn yfir lífi og menningu. Og þetta er sem sagt Akureyrarvaka 2014 @akureyri.is. Það er senda einn umsókn. Já, og umsóknarfrestir er til 1. ágúst. En ef við förum aftur yfir í Akureyrarvakann og þið náttúrulega hefur reynslu af undanförnum árum, hvað sjáu þið fyrir ykkur að margir séu að taka þátt í þessari helgi? Hvað eru margir sem búa á Akureyri? 15.000? 18.000. Og hvað margir á Norðurlandi? Það eiga allir að taka þátt. Þetta verður með njóttu, það taka allir saman þátt í Akureyrarvöku. Hvað eru margir sem að taka þátt koma fram? Síðustu ár það eru mun fleiri en 100. Það geta verið ennþá fleiri. Það er svona, Akureyrarvaka kemur fram sem svona flottur stór viðburður. Það ekkert miklu peningar í þessu, en þetta er alltaf glæsilegt vegna þess að bæjarbúar eru alltaf tilbúnir. Og vegna þess að þetta er hátíðin okkar, við erum að fagna saman, þetta er afmæli. Já, nákvæmlega. Ég inspireraðist öll bara. Nú erum við sækjum. Ég sækjum. Og gamalt fólk líka. Já. Já, við vorum að segja, ungt og efnilegt fólk, Já. Það er gamalt fólk. Þetta er allur skalinn, allir aldursópar. Sem hefur aldrei komið fram. Það er löglegt, bara fólk yfir 50 og bara allir með. Já, það verður rosalega gaman að sýna það. Þetta er ágætis ábending vegna þess að stundum er verið að hvetja ungt fólk til dáða og sem er dásalegt. En það er alveg rétt, stundum er einhvern veginn eins og þú sért getur ekki verið ungur á þessu sviði að stíga fram sem kannski allt í einu skáld og er búin að vinna við eitthvað allt annað. En þarna er einmitt vettvangur til þess að koma fram, bara ungir sem aldnir. Láta vaða. Gamall maður, ungt skáld, samanæskja. Herðu, fá okkur hérna... Og konur svo fyrst við erum farin út í þetta alls saman. Já, og fá okkur hérna smá áður en þið farið. Að betra að fá sér þetta bara í lokvittal svo maður sé ekki tyggja í vittalum. Máta núna, Takk fyrir komuna, við höldum áfram hérna eftir smástund í föstudagsþættinum.